Á Kjalarnesi, þegar komið fyrir Esjuna, blasir borgin við eins og hún hefur áður birst þeim aragrúa sveitamanna sem hafa rifið sig upp úr áttugunum og flutt á hina svokölluðu möl. Borgin, full af lausung, spillingu og rótleysi, andstætt þeim draumi sakleysi og paradís á jörð sem sveitin hefur löngum verið í hugum margra Íslendinga. Þægindi. Hugsaðu þér það að konur þurftu, eða fólk, heimafólk þurftu að bera vatn í fötum í allar skepnur yfir veturinn og til heimilishalds, til suðu, til þvotta og baða, allt að bera úr einhverjum harðfrosnum brunnum sem þetta höggva kannski í klakan nokkur þrebona brunnunum til að ná í vatnið. Þetta gerist í lífi þess fólk sem að lifir enn í dag og það voru þægindin. Það var þetta þægindi sambýlisins sem gerði það verkum að fólk leitaði sem ákveðinu unað að vera í kaupstað. Ég man eftir því hér áður fyrir þegar ég var nú krakki, þá sat ég stundum við eins og kallaði skör kvenna þegar voru í heimsókn og það var mikið rætt rafmagn og það var rætt þvottavélar sem gengur fyrir rafmagni og alls konar svona hlutir voru mikið umræðuefni vegna þess að fólk fannst þetta svo stórkostlegt að til skuli vera svona tæki. Nú hvert heimili eiginlega orðið með svona tæki, líka í sveitum svo það hefur nú ekkert að segja lengur. En þetta var eitt af því sem að konur töluðu mikið á þeirri tíð þegar ég var ungur. Það var nú ekki mikið að vera í sveitinni hér áður fyrr. Þó var það ákaflega gott mannlíf, vil ég segja. Í upphafi 20. aldar bjó innan við 10. hluti þjóðarinnar í bænum en árið 1940 var nærri þriðjungur landsmanna sestur þar að, þar að segja tæplega 40.000 manns. Enn átti eftir að fjölga árið 1960 hafðu 2/5 hlutar Íslendinga komið sér fyrir í Reykjavík. Höfuðborgarsvæðið í heild hefur vaxið verulega á síðustu áratugum og nú býr helmingu þjóðarinnar þar. Íbúasamsetning Reykjavíkur hefur vitaskuld borið glögg merki fólksflutningana og miðja öldina var bærinn að miklu leyti byggður fólki sem hafði flutt úr sveit og beinum afkomendum þess. Árið 1940 var meiri hluti Reykvíkinga fæddur utan höfuðstaðarins en 43% innan bæjarmarkanna. 10 árum síðar hafði innfæddum Reykvíkingum fjölgað dálítið, voru ríflega 47% bæjarbúa. En á síðari hluta 7. áratugar þá náðu innfæddir Reykvíkingar síðan yfirhöndinni yfir aðflutt fólk. Til marks fjöldan má geta þess að á 5. og 7. áratugnum þurfti að byggja íbúðahverfi í Reykjavík sem urðu að hýsa álíka margt fólk og bjó samanlagt á Akureyri, Siglufirði, Hafnarfirði, Ísafirði, Vestmannaeyjum, Akranesi og Keflavík árið 1960. En því fer fjarri að allur þessi fjöldi sveitamanna hafi unað glaður við sitt í borginni. Enda hinn óhamingjusami sveitamaður á mölinni sígild persóna í íslenskum bókmenntum og nú síðar meir í kvikmyndum. Það heldur ekki ný kenning að borgin sé undirrót alls ills, vís áfangastaður á leiðinni til glötunar og boðleið fyrir allt það sem útlent og í eðli sínu vont. Já, ég hafði þá tilfinningu þegar ég var krakki, þó að væri nú mikið minna þetta að tala þá, að menn eru svo berglaveikir í kaupstað. En það var vitleysa, menn eru berglaveikir út all land. Já, það ennþá tíðkað það ekki að senda og óróa unglinga til skóla í sveit. Ég veit ekki, það getur vel verið að það gagni svona einhverjum ákveðnum einstaklingum. Ég held að það sé alveg rétt hjá þér að þetta álit hjá sumum og í svona minnamæli hjá fleirum og nokkuð gamalt mál og aldagamalt að þeir sem að stjórnuðu og stjórna hafa áhyggjur af breytingum og losarabrag sem fylgir borgunum. Bæði spilling og svona óæskilegir hættir ýmsu tagi að mati þessara manna. Þannig hugsaði embættismanna aðallinn á einokunartímanum
og vildi hindra það að vinnufólkið heimtaði hærra kaup og færi að flytjast á mölina og notuðu þessuna einokunarversluna til þess að færa peninga frá sjávarútvegi til landbúnaðar. Þannig hefur allar götur verið reynt að hamla gegn þessari þróun og þá var strax notuð þessi röksemdafærsla að mölin spillti vinnumönnum. Duglegi vinnumenn færi að heimta hærra kaup og færi að drekka brennivín og svona. Og þetta hérna sem stendan dag í dag, þessi skoðun. Varað var við kapphlaupinu veraldargæði sem þótti fylgifiskur Reykjavíkur og vitnaði heilaga ritning í því sambandi. Hvaða gagn það manninum þótti hann öðlist allan heiminn ef hann býður við að tjóna sálu sinni. Engin auðæfi voru talin komast í hálfkvisti við þau verðmæti sem menn öðluðust í faðmi íslenskrar náttúru í átökum við hana. Þau verðmæti sagti enginn í glaum borgarlífsins, þótt hann að öðru leyti uppfyllti margar mannanna óskir. Borgin spillti, það var að minnstakosti álit sumra. Bjarga mátti mörgum unglingnum frá solli borgarlífsins með því að flytja þá í heimahaga foreldranna og leyfa þeim að njóta þeirrar geðvendar sem byggðin ein gæti veitt. Íslendingar máttu aldrei verða sálarlaus múgur. Þjóð sem hafði alið alla sinna aldur í sveit í nánum tengslum við náttúruna, átt sjálfstæða bændur og gjöfular jarðir, mátti ekki eignast rót slitna borgarbúa sem eigruðu, eins og sagt var, einmanna asfaltstræti borgarinnar og vissu varla hvort þeir væru Íslendinga lengur. Ég held að vitur maður hafi einhvern tímann talað Gunnarsál Hlíðarenda sálsíkina. Menn horfa tilbaka, angurværir og tregafullir, sjá að hlíðin fögur, en nú bara orðið of seint að snúa við. En ég held að þetta sé ekkert nýtt að sveitin eða hinn óspillta náttúra sé táknu hreinleika, upprunaleika, andstætt borginni. Ég held að við þekkjum allavega sagnir borgir fyrr en að þær eru oft á tíðum ímynd spillingar, hnignunar, rotnunar. Við höfum í Biblíuna Sódómu, Gómóru, Babýlon, Rómaborg. Samt voru ekki allir jafn ginnkeyptir fyrir alsælu sveitalífsins. Þórbergur Þórðarson skrifar til dæmis í bréfi til Láru: Andlegi dauðinn hefst með værð, sívaxandi stemmingasljóleik, hugsjónarhruni og ást á sveitalífi. Aðeins andlega dauðir aumingjar þrá rósemi sveitalífsins. Órói og menning borgarlífsins er þeim viðbjóður. Ekki vona að vel fari hjá fyrstu kynslóð á mölinni. Hún fríkar út á valkostunum og sekkur til báts í kvölinni. Ég er aðeins lítill strákur kominn lengst út í geim og ég leit í örvæntingu en ég finn bara ekki leiðina heim. Reykjavíkur nætur, Reykjavíkur nætur. Sveitin tæmist, borgin fyllist af sveitafólki. Menningarheimum lýstur saman, það verður togstreita. Og eins og alltaf breytist manneskjan ekki jafn hratt og umhverfið. Ég veit faðir minn sem var föður minn sem flutti til Akureyrar fyrst og síðan til Reykjavíkur. Hann var alltaf í huganum einhverstaðar norður í landi. Og það síðasta sem hann sagði hérna þegar hann var kominn með óróða var að deyja. Hefðu svifið í kindunum út og upp eftir. Sko, þetta menn losna ekki við þetta. Sko. Menn losna ekki við þetta. Og ég veit þessa tilfinningasemi, eða bent ekki tilfinningasemi, heldur eins og menn séu alltaf að gista einhvers annars þar. Ég varð blaðamaður 1951 og ég er Reykvíkingur og fór síðan að kynnast þessu margvíslega umhverfi sem að einkenndi þennan bæ þegar ég var ungur. Og hér var bæði fólk sem hafði búið hér alla tíð og líka aðflutt fólk. Og margt af þessu fólki var afar merkilegt þótti mér. Það var mjög vel ræktað fólk og þó að það væri ekki allt óskaplega menntað, þá var það sjálfsmenntað þannig að maður heillaðist af þekkingu þess og áhuga efnum og ekki síst hvernig það talaði og hvernig það hugsaði. Og ég dróst að þessu fólki. Ég var í háskólanum einnig þá í norrænum fræðum og margt af þessu fólki var þannig, var þeirrar gerðar að mér þótti það háskóla ígildi hver einstaklingur fyrir sig
og ég gerði mér far það síðan á næstu árum að upplifa þetta fólk í skrifum mínum og njóta þess að vera samtíma því. Einu sinni hitti ég gamlan mann sem að ég vildi tala við og sagði honum það og þá horfði hann á mig og sagði við getum nú líklega ekki talað mikið saman. Nú hvers vegna ekki, spurði ég. Já, vegna þess að þú munt nú ekki skilja mig. Ég samtíma maður Egils Skallagrímssonar. Milli mín og þín eru 1000 ár. Ég hef oft hugsað þessa setningu síðan og ekki síst það að hann vissi ekki þá að ég hafði miklu meiri löngun heldur en kannski hann til þess að vera samtíma Agli. Til að mynda mín kynslóð, þeir sem fæddir eru í kringum 1930, sumir hverjir hafa lifað allar aldir mannkynssögurnar frá steinöld til atómaldar, tóku stökkið á svona 7-8 árum. Ég þekkti ekki hjólið fyrir 1937, sem sé ég var aftur á steinöld. 45 var ég komin inn í atómöld. Tilfinningarlega þetta mjög erfitt oft á tíðum vegna þess að menn, hvað maður segir maður, koma með sveitina í sálinni inn í þéttbýlið og eru með sveitina í sálinni með þeir lifa. Það ekki þetta að komast hjá því. En þeir lifa sæmilega við þau kjör. Fara nú svo gott að ferðast, nú geta menn ferðast, nú getur maður farið í bíl til heimahéraðanna. Litið þar við í góðu veðri á sumrin og það eiginlega mikið betra heimahér heldur þegar menn eru að vera þar í blindhríðum og úrhellisrigningu. Og það reyna nú allir sem fari í burtu að þú verð aldrei heim aftur. Það útilokað. Bara að vera í burtu í 5 eða jafnvel 10 ár. Það eins og sé komið allt annað fólk. Það allt annað aðilega sem þú talar við þegar þú kemur heim. Og þetta ekki það heimili sem þú fórst frá. Í heimsborginni New York, þar sem allir eru meira eða minna inn eða aðfluttir, skiptast menn í borgarhverfi eftir því hvaðan þeir eru komnir og hlúð þannig að vissuleyti að uppruna sínum. Í Reykjavík hafa náttúrulega aldrei verið til sérstök hverfi Þingeyinga, Húnvetninga eða Skaftfellinga. Hins vegar blómstruðu hér miðjaöldina félög brottfluttra sveitamanna, svokölluð átthagafélög. Við flytjum með okkur menningararf dreifbýlisins, sagði forystumaður eins átthagafélagsins í Reykjavík undir lok 5. áratugar. Við eigum ekki að glata þessum arfi, heldur vendan og samlaga þeirri menningu sem enn í deiglunni hér í okkar ungu höfuðborg, hélt hann áfram. Borgarmyndunin og hin nýja menning sem var í mótun orkaði sem ógn í hugum sumra innflytjenda. Menn máttu minnast heimahagana þeim fannst þéttbýli þrúgandi. Átthagafélögin áttu meðal annars að vera griðastaður. Þau voru athvarf sem fólk gat leitað í til þess að rjúa einangrunina og einmannleikann sem getur fylgt borgarlífi og öðru þéttbýli. Þar fann það skjól og oft á tíðum styrk til þess að fóta sig í bænum, laga sig að þeirri breytingu sem fylgdi flutningi úr dreifbýlinu til Reykjavíkur og yfirvinna erfiðleika sem gjarnan voru samfara slíku landnámi. Ekki var svo lítils virði að geta gengið að sveitungum sínum í mannhafinu í Reykjavík, finna sig heima en ekki sem rótarslitnar fjölbýlisverur. Átthagafélögin átti ekki aðeins sinn þátt í því að hjálpa ýmsum innflytjandum við að aðlagast nýjum heimkynnum. Þau voru einnig nokkurs konar yfirbót gagnvart þeirri sektarkennd margun mun hafa fundið til hann yfirgaf heimahéraðið, þar sem óþrjótandi verkefnin biðu, eins og einn átthagafélagsmaður orðaði það. Samviskubiti gat fólk meðal annars reynt að yfirvinna með því að starfa saman í hóp, leggja rækt við heimahagana og treysta böndin við æskuslóðirnar. Sektarkenndin blandaði sárum trega eftir lofti og ljósi og himinblæ æskuárana, einhverjum sársauka eftir viðskilnaðinn sem fæstur hefðu þó líklega vilja lækna með því að hverfa aftur á grasið. Þegar var komið hingað til Reykjavíkur, skorti fann ég það sjálfur og vissi að margir höfðu þá kennd. Þeir voru komið svo langt að heiman. Þeir voru orðnir svo mikið til þess að gera einir í stóru samfélagi að þetta skapa sér tengsl. Það má segja að nú sé þetta orðið ákvarðlega breytt, samgöngur orðnar svo örar að fólk þó það komið utan á landi þá voru ekki að fara langt þó það var hingað til Reykjavíkur.
Það er orðið vant í að vera hér, miklu vanar að umgangast fólk, heldur en var hér áður fyrr með okkur sem að komum hér á milli 1930 og 40. Þannig að viðbrigðin eru ekki líkt eins mikil. Þeir voru að hittast. Þeir voru að halda utan hvern annan í ókunnum heimi, í framandi heimi. Það var líka kom fram í því afskaplega mikil umhyggja og vændum þykja sitt hérað, sem ekki kom fram í áttugafélögunum. Nú skilst mér að starfsemin þeirra síðan eitthvað að dofna og það er mjög slæmt út af fyrir sig, en það svo fyrir okkur sem erum komnir úr héröðum, þá finnst okkur það svolítið slæmt. En það er ekki að athugavert við það vegna þess að áttugafélög aðeins til að einhverjur úr áttugunum sé á lífi, úr áttugunum, en átt að gáða því. Fólk sem fæðist frá fólki sem hefur sína áttaga, það eru reykingar eða kurringar eða hvað sem er, og það er ekkert með áttugafélag að gera, það deyra sjálfur sér. Áttugafélag hafa enga þýðingu eftir að komin ný kynslóð afkomenda þeirra sem voru í áttugafélögum. Og svo voru það þeir sem töldu sig hafa búið hérna í Reykjavík, já, eiginlega frá örófi alda, sérstaklega hérna í Vesturbænum. Þeir fóru að líta á sjálfa sig sem réttborna Reykjavíkur aristókrata og eiginlega betra fólk en allt sveitafólk. Stundum þótti borgurum bæjarins nóg áttagarækni innflytjandana. Yfirleitt voru gagnrýnisraddirnar þó hjáróma enda við ofurefla etja, en þær heyrðust. Öðrum þræði til að vega á móti áttagafélögunum stofnuðu velbornir Reykvíkingar sitt eigið félag að kvöldi hernámsdagsins árið 1940, Reykvíkingafélagið. Inntökuskilyrðin voru svo ströng að það ár töldust aðeins tæplega 1200 bæjarbúa gjaldgengir félagar, en í höfuðstaðnum bjuggu þá 40.000 manns. Íslenskum rithöfundum hefur gengið seinlega að taka stökkið inn í veruleik borgarinnar. Í 79 af stöðin eftir Indriða G. Þorsteinsson segir til dæmis af sveitamanni sem flytur á mölina, en gengur erfiðlega að finna fótfestu í borginni. Í lok bókar ætlar hann að snúa heim í Skagafjörð, en ferst við Arnarstapa. Þessi mikla breyting endurspeglast nú í okkar bókmenntum eftir síðari heimsstyrjöldina með margvíslegum hætti og oft og einatt með þessari tregafullu eftirsjá, eftir horfnu sakleysi. Það eins og það hafa orðið eitthvað syndafall. Höfundar eins og Indriði G. Þorsteinsson, 79 á stöðinni, Ólafur Jóhann Sigurðsson, og fleiri. Kannski eru þeir þar fulltrúar fyrir eitthvað sem við gætum kallað vansælu sveitamannsins á mölinni. Þar höfum við Stein Steinar líka. Vansæli sveitamaður á mölinni, og þetta er jú drjúgur hluti okkar borgarbúa eru sveitamenn sem hingað hafa flust og gengið misjafnlega að aðlaga sig og þrá kannski uppruna sinn. En þessi sveitardýrkun, þessi náttúrudýrkun sem við vissulega er ekkert ný, hún sést ekkert síður hjá borgarbörnum í hópi höfunda. Í nefni Jökul Jakobsson, Agnar Þórðarsson, jafnvel Vésteinn Lúðvíksson, sá gagnrýni höfundur í Gunnar og Kjartani. Jafnvel hjá honum er lausnin svo að senda hetjun út í sveit. Margar þessar skáldsögur enda á því að í einhvers konar von hverfur hetjan úr borginni sem er fjandsamleg og niðurdrepandi og hverfur út í sveit. Það er viðurkennd hugmynd í bókmenntasögunni að Tómas Guðmundsson
sé skáld Reykjavíkur og það er hann áreiðanlega. En í mínum huga er Steinn að verða hitt Reykjavíkurskáldið og það hlýtur eiginlega svo að vera. Það sem ég hef allan tíma mest í Steini er þessi heiðarleiki hans, þessi festa hans að standa við það að vera hann sjálfur og ekkert annað. Og báðir voru þeir aðflutt Reykvíkingar. En hver er Reykjavíkurskáld? Hver er skáld Reykvíkinga á seinustu árum? Og hverjir eru Reykvíkingar? Reykjavík er bær sem að hefur tvöfaldast að mannfjölda á nokkrum árum reglulegu millibili, tífaldast að mannfjölda á tiltölulega skömmu skeiði. Það er að segja Reykvíkingar. Hinn dæmigerði Reykvíkingur, það er aðfluttimaðurinn. Við höfum Tómas Guðmundsson, þar sem Reykjavík til að mynda er unaðsamleg, björt og fögur, rammi fagurt mannlíf. En í rauninni er það ekki borg sem Tómas er að lofsyngja, það er einhvers konar sveitasælulegt þorp. Það er önnur Reykjavík en við þekkjum nú. Og þess vegna var þann talsmaður okkar sem að ekki fundum fótfestu hérna í Reykjavík. Á meðan að Tómas Guðmundsson var talsmaður hinna sem Menntaskólinn, Háskólinn, Stúdentafélagið og aðrar stofnanir samfélagsins hjálpuðu til að aðhæfa sig. Ja, það er í bókmenntum er mikil rómantík til gamals tíma og þetta er bæði í bókmenntum og þetta er í skólum og því námsefni sem börnum er kennt að það er mikið fjallað lífsætti til sveita og annað slíkt en til þess mjög lítið í samanburði lífsætti við sjávarstíðuna. Þegar ég var í skóla vissi ég miklu meir kýr og kindur en þorsk og ufsa og það er svona enn í dag hjá börnunum að það er þessi rómantík til sveitanna sem er mjög ráðandi í sumum bókmenntum og í skólum landsins. Borgin mótaði sum sé sveitafólkið sem hingað flutti en er ekki líka hægt að segja með fullum rétti að sveitafólkið sem flutti á mölina hafi mótað borgina í sinni mynd. Að Reykjavík sé, þegar öll er að botnin hvolft, býsna sveitaleg höfuðborg. Og þetta er allt innan ytan mannsævi. Þannig að það er alveg augljóst mál að Reykjavík er Klondæk. Reykjavík er borg sem rís ekki vegna þess að fólki fjölgar í borginni sjálfri, altså vegna barnsfæðinga hjá borgarbúum, heldur vegna þess að hér flykkjast allir að. Þess vegna hefur Reykjavík alltaf haft á sig dálítinn Klondæk blæ. Hún hefur vaxið eins og Klondæk oft á tíðum, hún verður kviður og það vaxi upp heil hverfi og þau bara fyllast á fólki allt í einu og enginn veit hvað það fólk hefur verið áður en hverfi var byggt og þetta gerist á 5-6 ár. Reykjavík var á vissan hátt undarlegt sambland af sveitaþorpi og borgum miðja öldina. Vissulega var hún langfjölmennasti staður landsins en bar ýmis einkenni dreifbýlisins langt fram á 20. öld eins og raunar flest þorp og bæjar á Íslandi. Sá blendingur sveitar og bæjar og einn óljósu mörk þar á milli sem settur svo sterkan svip á höfuðstaðinn sýnir vel hvernig tveimur heimum laust saman þar og upp úr miðri öldinni. Jafnvel á fyrirhluta 7. áratugar þegar að byggðin hafði lagt undir sig fjölda matjurtagarða og mörg svokölluð erfðafestu lönd þurfti ekki að fara langt til þess að komast upp í sveit í Reykjavík, menn gátu einfaldlega tekið strætisvagnin inn í Sogamýri eða arka niður í Laugardal á sumrin. Reykjavík einkenndist því fremur að ytri ásýnd af víðum grasvöllum og óræktuðu landi miðja 20. öld en húsum og götum og öðru því sem talið er dæmigert fyrir borgir. Þegar ég var nú hérna ungur maður þá hafði maður sjálfstæðishúsið og eitthvað sem héti Vetrargarðurinn sem mínir endilega hafi verið einhverju braggarsur í Vatnsmýri tilheyrandi Tívolí. Þar fekk maður veitingarnar voru bara svona greipdjús og greipdrykkur og kók og svona og ef maður vildi fá eitthvað, ef maður var svangur og vildi fá eitthvað þá fekk maður alltaf franskbrauð með rúllupylsu. Það var fastur réttur á staðnum. Og það var þetta franskbrauð með rúllupylsu sem gefur til kynna hvers svona Klondæk þetta var. Nú éta menn upp á frönsku, einhver nýir réttir meðfætt til dæmis hráan lunda sem ég hef aldrei vitað að vera hægt að éta hráan.
af því að það franskt eldhús eða eitthvað svoleiðis. Nú þetta orðið svona fínt. Aldrei fór ég suður, alltaf skorti mig þor. Hvert einasta sumar var því frestað, svo kom haust og svo vetur og vor. Nú ég kominn á planið og ég pæli ekki neitt. Ég pakla mínar tunnur, fyrir það ég fæ víst greitt. Hvert liggur straumurinn? Á Hvítasunnu og Verslunarmannahelgi liggur hann reyndar út úr bænum í sveitasæluna. En flutningarnir suður á mölina standa ennþá yfir. Þeir minnkuðu reyndar örlítið á síðasta áratug, en í upphafi þessa áratugs stórjukust þeir aftur. Samgöngubætur sem sumir töldu bestu byggðastefnuna höfðu eiginlega þveröfug áhrif og gerðu leiðina í kringlur höfuðborgarsvæðisins miklu greiðfærar en áður. Það nauðsynlegt að sé viss spenna í loftinu og það svona röskun nauðsynleg fyrir þjóðfélag. Annars staðnar það og verður, og leið á stöðnun verður, þá byrja menn að renna aftur á bak. Þessi lausa gangur í þjóðfélaginu sem fylgir borgunum, hann brýnn og hann dregur fólk að sér. Því það kemur ljós að þetta jarðvegur til þess að rækta hugmyndaflug, til þess að rækta alls konar hluti sem erfitt að gera annar staðar. Og þessi rómantík sem að fylgir sveitadýrkunni, hún stunduð af borgarbúum sem þreyttir á þessum látum í kringum sig. Þessar rómantísku sögur voru samdar fyrst í Kaupmannahöfn og síðan í Reykjavík, þegar Reykjavík tók við að Kaupmannahöfn sem höfuðborg landsins, en ekki sveitunum beinlínis. Menn áttuðu sig á þessu fljótlega til dæmis bara fyrir stríð, að þegar dilkurinn var orðin, ég held ég á sama verði á brennivínsflaskan, þá bara sögðu þeir þetta fullkomnað og fóru. Þeir voru ekkert að rökræða það við einn eða neitt og þeir voru ekkert í bændasamtökunum að rífast yfir því nú ætla ég að fara ef þið komið ekki með peningana handa mér. Ég meina, menn voru bara ekkert að því. Nú þetta allt orðið gjörbreytt, nú þetta allt orðið einhver landbúnaðarsósíalism sem enginn skilur upp niður í og bara til óþæginda og bölvunar vegna þess að hann blekkir fólk. Og það ekkert athugavert við flutninga. Ef að þjóðfélagið breytist þannig að flutningar eru nauðsyn, þá sérðu sjálfur það ekkert athugavert að fólk flytji og þú átt ekkert að stoppa fólk sem vill flytja. Það getur ekki verið pólitík. Ég hélt í fram að Ísland væri orðið þá meira eða minna borgríki og ég held að hafi verið að gerast það á þessari öld og kannski einkum í síðari heimsstyrjöldinni, að Ísland varði eins konar Reykjavík, þar sem að Breiðholt svona innra úthverfi en Akureyri ytra úthverfi, en menn meira eða minna út á landi fylgjast með því sem að gerast í Reykjavík og líta raunverulega á Reykjavík sem sína þungamiðju. Það hefur líka öll pólitísk þróun fært atburðarásina til Reykjavíkur. Öll byggðastefna til dæmis stunduð og rekin í Reykjavík og þetta hefur að vísu ekki aukist mjög mikið síðan því að í kringum 1960 var reynt að hamla gegn þessari þróun. Áður hafði þjóðin meira að minna flúið af landsbyggðinu og niður á sjávarsíðuna og ef að svo þróun hefði haldið áfram þá var næsta fátt fólk eftir til sveita núna en sem sagt með breyttri landbúnaðarstefnu og upp úr 1960 þá var reynt að hægja á þessari þróun og það hefur tekist að nokkur leyti þannig að fólksflóttinn á mölina hægari síðan heldur en að var áður. Menn nefnilega ekki vera svona hræddir við landuðinina. Menn leita alltaf til landsins eða bara vantar land. Og þær kringustöður geta komið upp aftur og koma örugglega upp aftur eftir sem okkur fjölgar. Því að framleiðsla landbúnaða vara núna hjá okkur, hún myndi ekki fóðra 1 milljón manns. Þetta einu kringustöð. Og það þarf að leita aftur til landsins. En þá spurningin að fara bara nógu vel með það í mildtíðinni. Við kallum það sveitapilsins draumur. Góða nótt.
pilsins draumur, ber hann þá á braut. Flýgur hann geymt í fjarlæg sólarlönd, þar hann faðmar hýra mey á hvítri pálmaströnd. Það fór ég svei mér ekki að nefna, sem sveitin lendir í, sveitapilsins draumur.